Velkomin í þáttinn okkar. Við erum á ferðalagi lendur og leyndardóma Biblíunnar sem dásamleg bók í alla staði. Og ef við meðtökum hana og skiljum hana og reynum að kafa svolítið í hana til þess að komast að hvað raunverulega að kenna, að þá hefur það mikil áhrif til góðs á líf okkar, ég get lofað þér. En það mólin okkar í dag. Mólan finnum við í Sálmi 55, Davíðs Sálmi 55, vers 23. Þar segir svona: Varpa áhyggjum þínum á Drottinn, hann mun bera umhyggju fyrir þér. Það fyrsta sem við sjáum þarna strax að Guð góður, hann ber umhyggju fyrir þér. Hafirðu áhyggjur, þá þarftu og geturðu varpað þeim á Drottinn, því hann ber umhyggju og hann mun hjálpa og hann mun aðstoða og hann mun mæta. Og þú spyrir þá kannski, það er sem margt ömurlegt í lífinu og ef Guð svona góður, okkur sjáum við ekki meira af því. Þarna, þetta á allt sína skýringar, allt sína eðlilegu skýringar í samhenginu við það sem Biblían kennir okkur Guð, og útgangspunkturinn sem við þurfum að byrja með, eins og ég hef sagt áður, hann góður. Þú getur ekki lagað áhyggjur þínar, eða það sem þú hefur áhyggjur af, með því að hafa áhyggjur af því, skulum við segja. Við höfum eina sem áhyggjur dagsins í dag gerir að taka burtu friðin okkar og ró og jafnvægi í lífinu. Það mun ekki hafa nein áhrif á þess sem gerist eða hefur gerst, ekki nokkur. Ég enda sagði Jesús það, þú getur ekki bætt sentimetra við hæðin á þér eða tekið af með því að hafa áhyggjur. Eina sem við getum gert, elsku vinir, að koma og segja: hei, Guð, ég ræð ekki við þetta. Þessi dagur núna erfiður. Þetta áhyggjur mínu, ég varpaði á þig. Viltu hjálpa mér? Þetta hægt. Og rannsóknir sýna, meðal annars í Háskóla Íslands, að bæn, lítil stutt, hún þarf ekki að vera flókin eða löng eða einhverju rosalega háflögum og fallegum orðum. Hún bara frá þínu hjarta. Rannsóknir sýna að bæn hefur áhrif. Treystu því. Þetta var mólin. Við erum núna að fara að leggja af stað aðeins inn í Markúsar guðspjall, vegna þess að þessi 3 þættir sem komnir lögðu grunninn, fór í gegnum mjög hratt reyndar, í gegnum söguna, frásögu Biblíunnar, skulum við segja, frá fyrstu síðu, alveg frá sköpuninni eða jafnvel fyrir sköpun, frá eilíð fortíðarinnar og fram á það að þegar í fyllingu tímans þá fæddist Jesús, þá kom hann til jarðarinnar sem Messías. Þetta inngangurinn, og þarna ætlum við að byrja núna í Markúsar guðspjall í dag, og ég ætla ekki að lesa hvert vers. Við stiklum svolítið á stóru, en ef að þú hefur tök á, þá getur þú verið með Biblíuna þína og flett með, byrjum bara á fyrsta kafla strax, eða hreinlega þú getur tekið það og lesið það áður, lesið það eftir og svona fengið fyllir mynd af því sem að það stendur. En við ætlum ekki að lesa þetta einasta vers, við ætlum að fara yfir kaflana og taka svona lykilvers og sjá hvað fjalla og reyna að setja það í mannamál þannig að við skiljum hvað ræðir. Nú, við erum stödd í Róm og þar eru Pétur postuli og Jóhannes Markús, eða Markús eins og var kallaður, komnir, og þeir eru að vinna og starfa og kenna söfnuðinum í Róm, kristna söfnuðinum í Róm. Og Markús, Jóhannes Markús eins og ég segi, var frændi Barnabasar sem við fáum að heyrum seinna. Hann var ungur maður þegar Jesús gekk á jörðinni og starfaði. Sumir vilja meina hann hafi kannski bara verið 15-16 ára, eitthvað slíkt. Strákarnir hinir, allir Pétur og þeir voru nú ekki mikið eldri svo sem, en hann var ungur og hann sá ekki, hann var ekki vitni að öllu því sem að Jesús sagði og gerði. Það kemur fyrir örlítið, hann hafi kannski fengið að stignast inn í það og heyra pínlítið og sjá hann pínlítið, en það sem hann vissi Jesú og verk og orð Jesú voru fyrst og fremst það sem hann hafi heyrt frá apostolunum. Og þarna í Róm það Pétur sem segir Markús, það komið tími til að skrifa
þessa sögu. Það er að segja þetta tímabil frá því að Jesús eða Messias fæðist þangað til hann deyr og rís frá dauðum. Og Markus minn, segir Pétur, ég ætla að biðja þig að skrifa þetta. Þetta er svona, sjáum til, Jesús er 30 þegar hann byrjar að starfa, 33 eftir Kristi, samkvæmt okkar tímatali, þá er hans þjónustu á jörð lokið og þetta Markúsar guðspjall er fyrsta guðspjallið af þeim 4 sem við höfum og er ritað einhvers staðar undir svona lok, segjum 56, 7, svona fram til 63 eftir Krist. Á þessu tímabili er áætlað að það hafi verið skrifað og þetta er elsta guðspjallið. Þetta er að fyrsta sem var sett niður og skráð. Það eru 2 í röðinni hjá okkur í biblíunni okkar og guðspjallin reyndar öll 4 voru ekki rituð fyrst allra rita Nýja testamentisins. Það var Galatabréfið og önnur bréf sem voru koma á undan. En við ætlum að byrja þarna og það er einmitt ástæðan fyrir því eins og ég hef nefnt áður að þessu raðað svona inn í biblíunni hjá okkur til að gefa innsýnina, gefa myndina, byrja á eða tengja strax framhaldið af Gamla testamentinu þannig að þú og ég getum bara lesið áfram inn og segja já ok, þá byrjar þetta, þá tók þetta við og síðan verður kirkjan til og þá koma bréf og ýmislegt í kjölfarið. Þetta er eiginlega uppsetningin hjá okkur í biblíunni og hún er góð. Við ætlum kannski að breyta aðeins til með röðin á því þegar fram líður en við ætlum að byrja á Markúsar guðspjallinu allavega til þess að koma með heildarmyndina. Og Markús skrifar og hann skrifar svolítið, hann skrifar knappt. Allt gerist mjög hratt hjá honum og það var það er eiginlega bara atburðarásin mjög hröð. Hann leiðir litlum tími að segja frá því sem Jesús sagði, hann eyðir mestum tími að segja frá því sem Jesús gerði og Jesús kemur þarna fram og sem, hann er eiginlega málaður sem hinn líðandi þjónn Guðs, það er að segja sá sem þjáðist, sem kom til að þjást og þjónaði Guði á þann mátan. Tilgangur þess að skrifa hér Markúsar eftir það var Pétur sem sagt, eiginlega sagði hann hvað hann átti að skrifa og sagði hann frá sögunni og Markús skráði. Tilgangurum var að færa fólkinu í Róm og svona í vestur hluta Rómaveldisins fagnaðarerindið Jesú. Það var tilgangurinn. Þetta var ekki guðspjall sem var skrifað fyrir gyðingana eða fólkið í Jerúsalem. Auðvitað höfðu aðgangaði þegar framliðu stundir en það var ekki tilgangurinn. Tilgangurinn var fyrir vesturhluta Rómaveldisins. Nú, þegar við förum í fyrsta kaflan, þá sjáum við strax að Markús tengir við Gamla testamentið. Hann byrjar strax að tala, vitna í Jesaja spámann, þar sendiboða sem myndi koma, rödd hrópanda í eyðimörkinni sem átti að greiða veg Drottins, það er að segja það sem að koma og ruddi veginn fyrir Jesú. Og þið það kannist við þann mann. Það er talað hann þarna strax í fyrsta kafla, Jóhannes skírari. Mér fannst alltaf svolítið skemmtilegt svo ég sláði nú aðeins að leta strengi. Svo maðurinn sagði, Jón var skýr en Jóhannes var skírari. Já, svona íslenskur orðalegur, gott. Hann vakti athygli. Jóhannes skírari vakti þvílíka athygli. Mundu, frá því sem við erum búin að segja fyrstu 3 þáttunum okkar, að öll þjóðin vænti Messiasar, allir biðu og hver sem kom einhverja kennslu, eitthvað innsæi, hver sem virtist vera kennari eða rabbíni, hann fékk áheyrn. Menn tók ekki við öll endilega strax og kannski aldrei því sem hann sagði, en Jóhannes náði athygli. Þið muni hvernig hann klæddi sig. Hann klæddi sig mjög skrítilega. Hann var ekkert að fara í nýjustu tískuna. Ekki. Það var bara úlfaldahár og hann átti engisprettur og hann bjó út í eyðimörkinni. Hann var mjög, svona eins og myndum við segja, skrítin. Þetta er skrítin kall. En hann náði athygli þeirra. Og hann skýrði í ánni Jórdan. Áin Jórdan rennur úr Galileu vatni í norðri og söður úr og út í Dauðahafið í söðri
og markar landamæri við Ísrael og í dag í Jórdaníu. Munið eftir kallinu sem að kallað var og enn hrópað, sérstaklega núna eftir átökin á Gaza. From the river to the sea. Þetta áin, the river. Það Jórdan. Þarna þessum tíma, hvort sem okkur líkar betur hvort sem við samþykkið það sem gott og gilt eða ekki, þessum tíma, það bjuggu þarna Ísraelsmenn. Þeir bjuggu á öllu þessu landsvæði og þetta áin sem rættur og the sea Miðjarðarhafið í vestri. Það sem sagt frá, það markar þessi landamæri mjög skýrt, það mikil og stór á og það bara hafið í austri og vestri þar að segja. Nú jæja, Jóhannes að skýra þarna svona rétt fyrir ofan ósana það sem rennur út í Dauðahafið talið hann að vera að skýra. Og ég hef komið þarna og fleiri og það yndislegt að skoða þetta svæði. Það líka talið að hann hafi heimsótt og jafnvel dvalið svolítið hjá Essenunum í Qumran sem svona aðeins sunnar meðfram vestamegin við segi ég Dauðahafið, líka staður sem þess virða að skoða ef einhvern tímann á ferðinni, geysilega skemmtilegar og fornar minjar þar og athyglisverð saga sem fylgir því allir, kannski ræðum það seinna eða ber á góma. Nú, Jóhannes að skýra og hann ryður brautina og Jesús kemur núna og lætur skýrast hjá honum líka. Það athyglisvert þegar Jesús lætur skýrast hjá Jóhannesi að það talað það að Faðirinn tali og birtist og að Heilagur Andi birtist líka í formi dúfu, segja þér það, lýsa því þannig og það bara, svo þú vitir, Biblían full af táknmálum, tákn fyrir Heilagan Anda í Biblían út í gegn dúfan. Þannig að það Heilagur Andi Guðs, það þessi þrenning sem við ræddum í eilífð fortíðar, skaparinn, hinn eilífi Guð, skapari heims og jarðar og mannkynsins alls sem að samanstendur af Föðurnum, Synunum og Heilagum Anda og þannig skýrninni allir þrír aðilarnir í Guðdómnum, allir þrjár einingarnar í Guðdómnum samankomnar við skýrni Jesú. Og við munum sjá það síðan meir að þessi eining helst alltaf. Nú, ef við höldum áfram þá þegar Jesús búinn að skýrast og hann fer að boða og starfa, þá kemur strax í ljós í 15. versi hver raunverulegur boðskapur hans og hann þessi. Tíminn fullnaður og Guðs ríki í nánd. Takið sinnaskiptum og trúið fagnaðarerindinu. Tíminn kominn, ég mættur, Messías mættur, sá sem lofað var, ég með fagnaðarerindi fyrir allt mannkynið. Takið sinnaskiptum og trúið. Takið sinnaskiptum, við notum stundum orðið iðrun og fólki finnst það svona frekar svona neikvætt orð að iðrast, en sinnaskipti, það raunverulega það sem orðið þýðir samt að iðrast þýðir að skiptum skoðun, taka sinnaskiptum, endurnýja hugafærið, koma nýja afstöðu og trúið fagnaðarerindu, segir Jesú, fagnaðarerindinu Guðs ríkið, að Guðs ríkið komið og þú átt aðgang að því. Þú, takt eftir, átt aðgang að því. Hann heldur áfram að starfa og nú hann að rölta með fram Galileuvatninu og þar hittir hann Andrés nokkurn og Símon sem síðar fékk nafni Pétur hjá honum, kannast við Péturpostula, og þeir voru bræður og þeir voru að veiða í vatninu. Bátarnir ekki stórir, þeir kostuðu netum og veiddu ekki stóra fiska en mjög vel æta og góða. Ég hef smakkað fiskan úr Galileuvatninu, alveg frábærlega góð fiskur eins og þeir steikjaðan allavega og þarna voru þeir. Jesús að ganga frá vatninu og hann sér þá. Það allt sem bendir til þess að þeir hafi hist áður eða frést, vitað á hver öðrum allavega og jafnvel hist og talað. Magnast að þeir tengdust að hluta til inn í lærisveina Jóhannesi skýrara og þeir höfðu heyrt hann, þeir höfðu heyrt Jesú. Þegar Jesús kemur þá þetta ekki alveg blá ókunnugur maður, en
Hann talaði sá sem valdið hafði og hann var fræðari, hann var kennari, með öðrum orðum, hann var rabbíni. Og ég nefndi það áðan að Ísraelsmenn, gyðingarnir þess, voru svo opnir, þeir voru allir að bíða, svo þeir tóku hvaða rabbína sem var og hlustuðu. Og þarna kemur einhver sem talar bara með valdi og ekki bara að tala með valdi. Hann virðist hafa vald til að lækna sjúka og gera hluti sem að, já, þeir höfðu bara ekki séð. Farisearnir og fræðimennirnir á þessum tíma sem að kenndu úr lögmáli Móse og Tóra, bókinni okkar, bókunum 5 í fyrstu bókunum Biblíunni sem þeir kalla Tóra, sem raunverulega kjarnin í öllu í gyðingdómnum, raunverulegu kjarni. Þeir voru gjarnir á að kenna út frá skrifum og kennslu annara rabbína, ekki endilega með mikið sem þeir fengu frá sjálfum sér eða nýja opinberlega skilning, þó að það var alltaf pínlítið. Jesús eins og kemur og hann bara kemur með algjörlega nýja vinkla. Hann kemur með gjörsamlega nýja innsýn, talar eins og sem valdið hefur og menn gátu eiginlega ekki að hann hlusta á hann. Þeir hlustuðu og svo alvarlega tóku Andrés og Pétur eða Símon þessu kalli hans að þeir bara lögðu netin til hliðar og það kemur fram síðar að Jesús kallaði til að veiða menn. Nú þurfum við að varpa netunum og fá áheyrn fólks og leyfa með að heyra fagnaðarerindið Guðs ríkið. Aðeins að segja, ég ætla þess að fara undan mér hér, ég gjarna það, en ekki of langsam. Fagnaðarerindið Guðs ríkið fagnaðarerindið sem Jesús boðaði. Fagnaðarerindið var ekki það að ef að þú trúir á mig, þá færð þú dvöl í himninum að eilífu, ef þú trúir ekki á mig, þá ferð til helvítis. Og góðu fréttirnar eru þú þarft ekki að fara til helvítis vegna þess að ég komin til að hjálpa þér til heimis. Þetta var ekki fagnaðarerindið. Þetta eru margir sem halda þetta sé fagnaðarerindið. Nei, ég veit að það ekkert allir á sömu skoðun ég með þetta, en ég trúi því að þegar við förum í gegn þá munum við sjá hvað það var sem raunverulega var kennt og hvað Biblía raunverulega kennir okkur. Því að Guðsríkið, jörðin ekki vond, heimurinn ekki vondur. Það allt vond í heiminum, en hann góð sköpun og Guð endurleysir allan þá sköpun og Guðsríki verður bæði í himninum, í himnesku vítinni og á jörðinni í jarðnesku vítinni. Og það það fagnaðarerindi sem að gyðingarnir trúðu á og það það fagnaðarindi sem Jesús kemur inn í bara heldur áfram að predika og tala. Og þetta svolítið öðruvísi heldur við erum að hugsa. Við mun bara eyða jörðin upp í einhverju logum og hann mun brenna upp og tærast og verða engu og við hinn sem trúum við munum sleppa inn í himinin, sum rétt sleppa reyndar og aðrir munu bara, sem ekki trúa, þeir munu bara brenna í helvíti. Vá, ég ætla ekki að fara svona langt núna. Ég ætla bara að segja ykkur að hér, þetta ekki svona. Þetta ekki það sem Biblían kennir, allavega, og ég trúi henni. Þetta og ég segi ekki af neinar áhyggjur, þetta mun allt skýrast, þetta stórkostlegt fagnaðarerindi sem okkur boðað. Og það svo öflugt og það svo máttugt að það ekki bara frelsar mannssálina, heldur alla sköpunina frá tortímingu. Það fagnaðarerindi Krists. Og hann sagði það. Hann sagði, Guðsríkið komið. Trúið fagnaðarerindinu. Þetta svo gaman, þetta svo gaman. Og hann ávarpaði þarna líka nokkuð sem að hann hjálpaði manni sem að var haldinn illum öndum, segir Markus. Það tengist því svolítið sem ég var að segja áðan með fagnaðarerindið og hvað það væri og hvað það var ekki, að þarna enn og aftur að núna þegar ég að tala um þetta þá bara býðið, ég ætla að fá mig kaffisopa. Gott kaffi. Sko, ég veit að stór hluti kristinna manna í heiminum, allavega í hinu vestrænu kristnu menningu, þeir sem hafa einhver verið að lesa og hlusta og fara í kirkjureglu og svo framvegis, kannski ekki svo mikið hér á landi en þó einhver örugglega, en ég veit að við byggum í Bandaríkjunum í 10 ár, það svo sannarlega var það þar og í Evrópu í mörgum löndum og Skandinavíu víða, trúa því
að Satan og illir andar séu fallnir englar. Það er að segja að Guð hafi skapað á góða, þeir geru uppreisn og þeim að varpað út úr himnaríkinu og síðan þá hafi það verið að reyna að ná í fólk. Ég ætla að segja, ekki segja neitt meira en þetta núna. Ég mun sennilega bara taka, og það var að smita eftir hug núna bara rétt á hann þegar ég var að byrja á þessu, að taka kannski bara sérstaklega þátt sem við förum bara í þetta efni. Af því þetta er gríðarlega mikilvægt að hafa rétta mynd af þessu svo við vitum hvað er í gangi og vitum hvað Biblían kennir okkur um það. Eina sem ég get sagt núna, að þessi afstaða þarna er tvíhyggja og ég hef enga trú. Biblían, Gamla testamentið, býður ekki búin nokkura möguleika á tvíhyggju. Sums staðar jaðraða við í Nýja testamentinu, en ef það tekið inn í samhengi við heildarfrásögna þá sjáum við að það er ekki. En þarna höfum við í kirkjunni farið svolítið afsíðis og afvega, skulum við segja frekar en afsíðis, afvega og tvíhyggjan hefur komist inn. Við munum skoða þetta. Ég segi við þig, vertu þakklátur Guði fyrir allt sem er í gangi, þú þarft ekki að gera þessu. Við munum sjá hvað raunverulega er í gangi. Spennandi. Nú þér finnst þetta kannski ekki spennandi eða kannski bara ég. Mér finnst þetta bara mjög spennandi því að ég get sagt ykkur bara hér og nú að þegar ég fékk að sjá og skynja og skilja, þá það bara lyfti af mér, það bara breytti lífi mínu. Þessi skilningu þegar Guð fær að varpa ljósi á það sem hann raunverulega er að segja, þá það birtir til. Það birtir til. En Jesús þess að kemur og hann læknar, hann hjálpar manni sem að, eins og Markus segir, haldi illum öndum og hann leysir hann. Hann leysir hann úr ánauðinni. Og förum í þetta seinna ítrekka það, tökum alveg kafli í þetta einhvern tímann. En bara segja það hér að þarna sjáum við að Kristur Jesús kom ekki bara til að lækna líkamlega sjúkdóma, hann gat læknað innri sjúkdóminn, andlegu veikindin líka. Hann gat læknað þá sem sjúkir voru. Við vitum fólk í dag sem er þjáð á sál og anda, er í myrkri. Kristur hefur vald og vilja til að lækna og gera heilt, bæði hið ytra og hið innra. Og þarna gerir hann það og fólkið stóð agndofa yfir því. Læknir getur komið og bundið með eitthvað sár og reynt að hjálpa og já, það er stórkostlegt að það gerist. Svo kemur Jesús og hann tekur þetta aðeins lengra heldur en það, en að fara skynja hvað er innra fyrir í manninum og geta læknað það. Vá, hver er þessi Jesús, segir ég. Hvaða rabbíni er þetta? Og það fór eins og eldur sinu út allt. Alveg, hann fekk engan frið faktist og það var nú búin að biðja fólk að segja ekki frá vegna það var ekki vegna að hann vildi ekki fólk vissum að það læknast heldur, hann vissi að þetta myndi gerast. Hann náði ekkert að sinna öllu þessu því hann var bara maður svo þú og ég, að því litunni til að hann kann bara vera einu stað í einu. Á þessum tíma sem að þetta er að gerast eru kannski, ég segi 200 þorp eða borgir, þetta er nú frekar lítið allt saman í Galileu. Þess að svæðinu allstaðar hann í kringum vatnið, Galileu vatnið, náttúrulega mjög blómlegt að byggja þar og búa þar, hann var þetta veiði í vatninu eða aðgang á vatni og svo framvegis. Þannig að það voru þarna kannski 15.000 plús manns sem bygga á svæðinu í kannski 200 þorpum eða kjörnum. Og þar á meðal var Kapernaum, sem er alveg nyrst við nyrsta endan, alveg bara nyrðri enda, skulum við segja frekar, á Galileu vatninu. Lítið þorp, Kapernaum. Þangað hefur líka komið og hvet þig til þess að fara ef þú ferð einhvern tímann, því þetta var heimabær Jesú meðan hann starfaði. Eftir hann fór frá Nasaret, þar sem hann ólst upp með foreldrum sínum Jósef og Maríu og læriði handiðin og læriði á Tóra, læriði frá fariseunum, hann fór inn í helgidóminn, hann læriði frá Guði, Guð kenndi honum. Og þegar hann fór á stað sem fullorðinn maður, þá
settist hann að í Kapernaum. Og þar getið þið komið og þar getið þið fundið og séð rústir af því sem áætlað var að hafa verið heimili einmitt Péturs eða Símonar. Og þetta er yndislegu tími. Þangað fór Jesús inn til dæmis og læknaði tengdamömmu hans. Hún var með sótthita og kemur þarna fram í fyrsta kaflanum. Hún með sótthita, sennilega bara flensuna, og Jesús læknaði hana. Stuttu eftir þá einmitt læknaði hann manninn sem var svo illa haldinn, og hann gerði hann heilan líka. Hvernig segir þetta svo? Að Jesús fór snemma morguns, árla morguns, fór hann til að biðja. Hann gat ekkert gert nema að biðja. Munið það sem við byrjuðum með molan, varpa áhyggjum þínum á Drottinn, hann ber umhyggju fyrir þér. Jesús var á nákvæmlega sama stað. Hann þurfti að tala við Guð. Svo hann fer eldsnemma á morgnana, hann fer fyrir allar aldir og hverfur í burtu, fer afsíðis til að vera einn með Guði. Hann þurfti á því að halda, eins og við myndum segja í nútímamálinu, að hlaða batterín. Hann þurfti á því að halda að finna innri styrkin. Hann hafði gefið af sér endalaust. Hann gat ekki gert þetta nema hlaða batterín, nema sinna sínum innri manni. Og þú og ég erum ekkert öðruvísi. Það er ekkert öðruvísi ástatt okkur. Við þurfum þetta. Við þurfum að rækta okkar innri mann. Og það er mín hvatning til því. Við ætlum að ljúka sér hérna. Ég vissi ekkert hvort við myndum komast yfir 1 eða 2 kafla, en við fórum bara yfir 1 og við höldum bara áfram næst og reynum að ræða þetta svona á mannamáli, og ef þið langar að lesa þetta orð fyrir orð og vers fyrir vers, þá gerur það sjálfsögðu. Það væri mjög gott til að tengja þetta enn betur saman og fá enn fyllri mynd. Við viljum ljúka þættinum þessum eins og við höfum gert með hinnum, að biðja Faðir vor saman. Þetta er engin kvöð og engin skylda, sjálfsögðu ekki mundu, þú stýrir þínu hraða, þínu ferðalagi. Við förum saman en þetta er þitt ferðalag. En fyrir þá sem geta og vilja, jafnvel þú getur ekki beðið eða viljar ekki beðið upp átt, ef vilt bara hlusta, þá er það líka gott. Skulum biðja saman. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss våra skuldir, svo sem við og fyrirgefum vorum skuldunaut. Eigi leið oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Guð blessi ykkur, elsku vinir.